We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. I said the good life. We put the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cutting skylights. We building an empire. We owe it all to each other. So Ég ætla að hendi í Brooklyn Nine-Nine. Marco Materazzi. Ég var til í að eyða degi með Conor McGregor. Það væri reglulega geggjað. Wolf, svona spilaði reglulega. we put the good in the good in the good life. We put the good in the good. Eða með það mikið með framlengingu eða 2021. Já, takk fyrir. Þeir nefndi það nú í lok tímabilsins í fyrra, þannig að það hafa alveg verið einhverjar viðræður í gangi í smá tíma og bara flott að klára þetta. Hvernig svona var þetta bara þegar þú ert að koma hingað og frá því við heyrðið fyrst í Völsunum, hvernig þróaðist þetta allt? Ja, sko, ég náttúrulega spilaði ekkert mikið þarna úti og þeir ég man ekki alveg hvenær þeir heyri í mér og svo er þetta bara eiginlega orðið klárt nema ég fæ ekki að fara nema við tryggjum okkur upp í þýsku Bundesliga B og það gerðist bara daginn fyrir áður en glugginn lokaði. Það var náttúrulega risapartí eftir þann leik og svo daginn eftir bara á gluggadeginum þá þurfti ég að standa í þessu sjálfur þarna úti í Þýskalandi græja hitt og þetta, náttúrulega enginn að mæta í vinnuna. En það var bras, en þú veist, alveg þess verið. Hvað var fyrsta sem þið datt í hug, þú heyrðir bara á Val? Var það strax eitthvað sem svona kitlaði og var spennandi? Já, klárlega. Þú veist, en þegar ég ákveði að fara til Íslands aftur þá hafði ég sambandi við spurðist fyrir hann sem Vestmannaeyjar og IBF og því, þú veist, ég er þaðan og er mikill Eyjamaður og en þeir voru bara í fínum málum, þú veist, með Hafsenda á þessum tíma og svo kemur svona einhver fyrirspurn frá Val og þá var það bara, þú veist, bara go for it, sko. Frábær klúbbur og heyrt mikið gott um klúbbun og ég ákvað bara að skella mér á þetta. Núna rúma árið seinna sérðu vantarlega ekki eftir því fyrstu að hverju verið lengur, svo hvernig hefur fyrst þetta að þróast? Bara, þú veist, allt í rétta áttina. Þú veist, eins og bara ef ég á að taka Evrópukeppnina í ár, þú veist, við erum svo nálægt þessu og þetta er bara, þetta er svo lítið sem þarf til og og við förum náttúrulega bara, við lærum af þessum leikjum sérstaklega, já, bara öllum þessum leikjum. Við finnst við eiga 5 flotta leiki í þessari Evrópukeppni í ár. Það er eitthvað sem á eftir að nýtast okkur á næsta ári, held ég. Bjössi talaði einmitt að klúbbur á væri þróast í rétta átt innan vallar sem utan. Ertu svolítið sammála því, finnur þarna að það er allir einhvern veginn að róa í áttina að því að gera þetta ennþá starfa meira? Já, alveg pottþétt. Það er bara allt í kringum klúbbinn og hvernig, þú veist, það er allt gert fyrir mannina og þú veist, ekkert bara í meistaraflokki karla í fótbolta. Ég held að þetta sé bara allt í fyrirmyndar í fótbolta, handbolta, körfubolta, hvað sem er, karla, kvenna. Þetta er bara alvöru klúbbur sem hugsaður sína leikni. Glæsilegt. Ég er svona aðlega að tala um Óla og Bjössa, þá fór ég að finnast gaman að spila fótbolta aftur. Það er búið að vera mjög erfið tími í Þýskalandi, bæði inn á vellinum bara sem á utan vallar. Ég reyndi náttúrulega að losna áramót 2016-17, þannig að ég skildi ákveðum það bara fjölskylda niðri eftir Íslandi. Þannig að ég var einn frá bara 2. janúar til ég man ekki hvernig ég kom, meðan maí eða eitthvað. Það var mjög erfið tími og var ekkert að hugsa almennilega um mig og allt þetta. En fljótlega eftir ég kom hingað svona í almennilega rútínu og með strákarna í þessu liði sem er náttúrulega algjörði toppmenn, þá fór maður svona að njóta þess aftur og bara hafa gaman að spila fótbolta, að gera sem maður elskar að gera og þú veist, árangurinn minn er svolítið bara svona eftir því, held ég. Mér finnst það allavega loksins svona skemmtilegt að mæta á æfingar og eitthvað sem ég fann ekki fyrir í Þýskalandi. Þú veist, til svona árangur þá þarf að leggja almennilega á því og
og það oft slagsmál hérna á æfingu því menn vilja vinna og menn að leggja á sig og sem bara flott, því þetta væri bara eitthvað menn eitthvað okkur útli og þykjast að spila við fótbolta, þá væri við ekki í þessari stöðu sem við erum í nú. Hvað uppáhaldsleikurinn með Val hingað til? Það auðvelt svar. Það Rosenborg heima. Það að skora, að vinna Rosenborg 1-0 hérna og skora sigurmarkið, það eitthvað sem maður áttur að muna bara út lífið sko. Þetta að spila á móti svona gæði eins og Niklas Bentner sem hefur átt þvílíkan feril. Að halda honum niðri, bara allt liðið og eins og ég segi, ná að skora sigurmark á 80 og eitthvað, 8050 mínútu eða hvað það var. Það verður skemmtileg minning. Erum við langt á eftir klubb eins og svona að þínum mati eftir að spila móti svona? Nei, ég ekki inn á fótboltavellinum finnst mér. Þessi leikur úti var náttúrulega eins og hann var bara, Við erum ekkert nándar út í það held ég. Ég meina, þú sér það, Rosenborg þetta eitt stærsta lið bara hérna á Norðurlöndunum og þeir fá ekki færi hérna á Íslandi og þeir bara gefinn sigurinn úti og ef þessi bæting heldur áfram þá sé ég ekki af hverju við ættum ekki að geta challengea fyrir einhverja riðlakeppni eða eitthvað svoleiðis. Fyrsti meistaraflokksleikurinn, manstu hvernig það var og hvernig hann í minningu? Já, það var 2008, þá var ég í öðrum flokki hérna sem ömurlegur framherji og Heimir ákvað, ég var inn og út bara, ég veit ekki hvað ég var að gera í fótbolta, eiginlega hættur í fótbolta bara og var hann eitthvað tölvunörd bara eitthvað, en svo fæ ég eitthvað séns í honum, fæ ég að koma inn á sem framherji í fyrstu deildinni, búinn að vinna deildina og komnir upp og fékk eitthvað korter sem framherji. Ekkert frábær minning sá leikur sko, eini og síðasti leikur sem ég spilaði sem framherji í meistaraflokki. 2021 er samleikurinn, en hvar sérðu þið, við spólum aðeins lengra svona fram í tíma, hvar verður 2023 cirka, hvar sérðu þið? Já, það er erfitt að segja. Markmiðin? Markmiðin eru, þú veist, það er ekkert endilega að fara eitthvað út. Ég veit sjálfur að það hefur verið áhugi og einhverjar fyrirspurnir bara bæði ár og í fyrra sem ég hef bara neitað. Ég nenni ekki að byggja upp eitthvað feril í einhverju miðlungsliði í Skandinavíu og ég hef bara ekki áhuga á því. Ef ég fer út þá er það eitthvað sem fáir kannski þora að segja. Ef ég ætla að fara út sem ekkert víst að gerist, þá væri það fyrir einhvern pening, ef ég var alveg hreinskilinn. Ég hef það mjög fínt hérna á Íslandi, ég elska að spila fyrir þennan klúbb og fjölskyldan er ánægð og ef það kæmi eitthvað það spennandi þá myndi ég skoða almennilega, en annars er ég bara sáttur. Það hljómar rosalega. Takk fyrir spjallið og til hamingju með framgöngu. Gott að hafa þig áfram. Takk fyrir. Hún er frekar róleg. Ég er að reyna að gera sem minnst. Tegum frí í vinnu og eigið deginum bara heima, skutla stelpunum á leikskólanum. Ég er bara einn yfir daginn. Og já, bara eitthvað, drepa tíma honum að leik. Síðast sem ég borðaði það er eitthvað pasta eða eitthvað svoleiðis. Í síðasta lagi þá var það svona 3 tímum fyrir leik og þetta er svona 3,5 tímum fyrir leik kannski. Nei, ég fer alltaf í vinstri sokk, hægri sokk, vinstri legglíf, hægri legglíf, vinstri skór, hægri skór. Ég veit ekki af hverju, bara þetta er bara gerðist einhvern veginn og ég veit ekki af hverju. The good life.